Það komið sæl og hjartanlega velkomin á Haukar TV. Ég kom með aldeilis frábæran gest í settið í dag. Þetta Hauka góðsögnin, Sara Björk Jónasdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Bara hvernig ertu í dag? Ég bara góð. Já. Já, gaman að koma. Já, bara frábært að fá þig. Sko, nokkru dagar sem þú snýrur aftur í Hauka, hvernig bara svona hefur lífið verið þessa fyrstu dagar? Bara, ég sé ekki þá byrja að æfa með stelpunum. Nei. En bara, við áttum vorum búin að vera lengi úti og gott að koma heim og gott að koma á sig. Já. Þannig að já, við erum bara svona að koma okkur fyrir. Erum að flytja líka og svona og já, þetta svona ennþá svona eins og við séum í sumarfrí. Já. Þannig að ég held að við erum bara njóta þess að vera með fjölskyldunni og svo ég bara spennt að byrja að hitta hópinn og byrja að æfa svolítið. Það var þetta skemmtilegur dagur og skemmtilegur viðburður þegar þú varst kynnt hérna í Vallarhúsinu. Hvernig bara fannst þér móttökurnar og fullt af spenntum krökkum og allt og hvernig fannst þér sá dagur? Já, bara eitthvað sem ég fannst ótrúlega vænt um. Kannski fyrst ekki alveg við erum mörgu fólki og líka gaman að sjá mikið eldra fólki sem ég kannaðist við áður en ég fór út. Mætti mikið að nýta fólki og náttúrulega fjölskyldan og stelpunar og krakkarnir. Þannig að þetta bara ótrúlega vænt við það og ótrúlega skemmt þetta er. Hvernig, að ég gerum ráð fyrir að hafa fylgst með einhverjum æfingum og hitt hópið og svona, hvernig bara kemur þetta allt svona fyrir sjónir? Ég ekki búin að hitta hópinn ennþá, en ég búin að fylgjast með leikjum. Búin að fara í nokkuð leiki og fylgjast með þessi, en þetta bara spennandi að koma inn í þetta núna. Það eru standið svo frábærlega og liðið sjálft. Þannig að þetta svona gaman að koma inn í þetta, maður veit að maður finnur að það eitthvað í loftinu. Já. Og já, búin að vera flotta leikir sem það að spila og eiginlega bara spilamennskan að koma mér á óvart. Þannig að já, það er skemmtilega að koma inn í það. Já, nákvæmlega. Og finnur kannski einmitt fyrir það maður finnur ákveðin og jákvæðin í kringum Hauka akkurat núna, þú spæði kallað kvennamegin og svona, það er ákveðin svona, hvað maður að segja, stemning svolítið með okkur. Já, og líka bara, ég held líka að þetta knatthús sé alveg að hjálpa til og eftir það og strákarnir líka að vera að standa sér ótrúlega vel og Guðjón alveg búin að koma vel inn í þetta og hægt bara að gera frábæra hluti með stelpunnar og þú veist, það er eitthvað svona sýkla í gangi. Þannig að já, þetta er bara skemmtilegt. Þeir leikmenn, þeir fólki í kringum, allt starfsfólk og allt fólki í kringum Haukana og Hauka fólk. Talandi húsið og aðstöðunar núna aðeins öðru sem þess að þú komst hérna upp í yngri flokkum. Já, auðvitað, en maður kvartaði ekkert á þeim tíma, sko. Maður var á fínu teppi úti á blásvöllum og síðan æfingar fyrstu æfingarna mína voru í gamla Lækjarskóla og síðan var maður líka svona, mér líka verið að þegar við fórum á æfingar upp Sörla í Hesthúsum. Þannig að það er svona aðeins öðru sig aðstæður. Já. Maður kvartaði ekkert, sko. Nei, nákvæmlega. Það er svolítið verið að tala um aðdragandann. Hún var náttúrulega ekki löngu að mála Dóri reyndi í langan tíma að fá þig heim. Það var mikil draumur hjá honum og þetta fleirum. Hvenær var þetta svona, hvað maður að segja, einhver alvara í þessu og hvenær var þetta svo bara klárt að vera að koma heim? Já, Dóri er náttúrulega búin að heyra í mér síðustu 5-6 ár. Já. Og ég held að fyrst það var heyrt í mér eftir að ég vann meistardeildina. Já, og ég sagði, Dóri, ég er ekki komið heim strax. En mér þótt ótrúlega vænt að hann var alltaf að svona láta vita að Haukarnir væri að bíða eftir mér og ég væri alltaf velkomin. Og ég hugsa alltaf að það væri ótrúlega gaman að koma heim og spila eitthvað með Haukum þegar ég loksins ákveði að koma heim. Og það er eitthvað fallegt við það. En ég var samt ekki alveg viss hvort að ég myndi á einhverju tímapunkti, þá var ég að hugsa hvort ég ætti bara enda fyrir úti. Ég vissi ekki alveg hvort ég var til að spila heima. Síðan bara, já, á þessu tímabili Sáti, þá var ég á 8 og
já, við vorum bara búin að ákveða að það yrði okkar síðast tímabil úti og væri tilbúin að koma heim. Og ég held að það sé örugglega einhver alvara, það er örugglega svona, segja svona 4 mánuðir, þar sem við byrjum virkilega að 3-4 mánuðir. Já, að tala alvöru þetta. Já. Þannig að síðan bara rétt áður en ég kom heim, þá klárast þetta. Klármál, hjálpar kannski, skemmtilega að koma heim þess staðan og við erum svona góð og verður í toppbaráttu og það vænt alveg skýrt margt að það var í full deild, svona gerir maður áður með laun í sumar. Já, lítur allt út fyrir það. Já. Og ég held að það sé bara eina sem er í stöðunni. Eins og ég segi, það var ótrúlega gaman að koma inn í þetta á þessum tíma. Líka gaman að koma að spila með frænku minni, Viktoríu og maður sér það líka, ég er búin að sjá nokkuð leiki, það eru með góða leikmenn og það eru með líka eitthvað sem maður sá alveg, ég fór að leikinn HK og Haukum og maður sá bara þær voru ótrúlega samrýndar og sterk liðsheild og bara svona ákveðin stemning í liðinu. Líka auðvitað út og þær eru búin að vera að vinna á og gengur vel. En já, ég er bara ótrúlega spennt að koma inn og ég náttúrulega margt sem get gefið á mér og miðla ákveðinni reynslu sem svona aðeins eldri leikmaður og bara lagt þetta mörgum búið að eftir þetta hjálpa að bara komast upp. Já, talaðu Viktoríu, þú verður ánað að sjá hana valda í U19 flokkhópinn. Já, hún á það alveg skilja og mér finnst líka bara, ég hef ekki séð nógu marga leiki með henni. Ég hef náttúrulega verið að fylgjast með henni í vissu, hún er náttúrulega búin að vera bara obsessed af fótbolta sem hún var pingu lítið og mann eftir með svona litri að í Wolfsburg treyju á mér sem ég gaf henni og mér rosalega mikið metnað og er tilbúin til að gera allt svona langt og gaman að hún sé bara á uppskera og standa sig ótrúlega vel. Þannig að og líka bara ótrúlega gaman að sjá leikinn henni út af því að ég er náttúrulega að vera að fylgjast bara með gengi liðsins og hvernig hún er að standa sig og bara yfir öll þessi ár. En svo núna líka, maður sé bara hún er svo orðin svo floskuð og bara ótrúlega góður markmaður og hefur ótrúlega marga eiginleika til þess að vera til að koma sjálft sem markmaður. Já. Þannig að það er ótrúlega skemmtilegt að sjá það loksins. Nákvæmlega. Ég man í rættu það við Gauja henni í vor af því að hann hafði nú verið svona utan Hauka í töluverðan tíma. Það var að segja þangað til 24 þegar hann kom sem leikmaður. Já. Og hann kannski, ég man ekki nákvæmlega með orða, en hann fór alveg smá í töðunar á honum þegar hann sá Hauka í annarri deild, skilur við, sem Haukari. Og deilir þú svona færri sín eitthvað nefnd og sér Hauka, þú veist, af því á tímamóti er þetta bæði kall og kannalegi í einmitt annarri deild, svona, fylgist þetta með þessu utanfrá og svona, það mætti að vera betra, það hefst. Já, auðvitað. Man átt að fylgjast með því og maður, ég var að tala við Dóra en daginn, hvað var það 10 ár síðan stelpunum voru upp í Efstadeild. Það eru 9 ára núna, eða ekki? 9 ára núna. 2017. Þannig að auðvitað hefði maður viljað sjá meira að gerast. Já. En það, ég sé eitthvað í lostinu núna. Já. Þannig að spælaði teikundi. Teikundi það klálega. Hvernig var að koma heim, ég meina frá Sáti, það sem er vantilega vel heitt alltaf. Nú er komið til Íslands og reyndar voru geggjum við síðustu daga. Já. En voru ekki við það? Jú. Og það er bara hessloft heitt vatn og bara elskar það við, sko. Og svo núna er bara svona logn og smá rigning, bara þessi heimsdag. En það maður var alveg úti allan að fyrst þegar við fluttum út, þá var það hrikalegt. Rakin, það var örugglega mest rakin sem við áttum í erfiðleikum með. Það var bara krampi í fyrsta leik og mikil vorparskortur og maður hægt að vöka sig vel. En það er bara ekkert svo lenda vekk, sko. Þú veist, við erum 40 og hita og 80% raka. Og við erum alltaf bara á kvöldi. Alltaf hita. Já, þú veist, 5:30, 6:30 á kvöldi. Kaffenniðin líka. Þannig að en einhvern veginn á maður að venjast því. Já. Það sem er skrítið, sko. En það er gott að koma heim í ferskvíld. Já, sko, hvernig var ef við spólum þó nokkur ára aftur í tíma,
hvernig var bara, mjög opin spurning, en hvernig var alast upp í Haugum? Bara ég hef átt mínu bestu minningar sem barn og unglingur í Haugum. Ég var bara náttúrulega rosa langt síðan. Ég man bara að ég var náttúrulega bara með mínu bestu vinkonum á æfingum. Pabbi var allt í öllu, mamma tók hjátt í öllu og það var bara, ég var ekki heima, þá var ég á ásögnum á skóla fótbolta. Og líka bara okkar árgangur í kvalskóla og grunnskóla, þetta var allt, við vorum rosa mikið íþróttafólk og þá voru strákarnir og við stelpurnar og voru margir í Haugum, þannig að þetta var bara skemmtilega sem ég man eftir þegar ég var yngri og líka bara sitja eftir þessi pæjumót og öll þessi allar þessi keppnir og pæjumót með liðanum og líka bara eins og foreldrar mínir að þú hefur sér tilbaka, þau voru allt í öllu og ennþá allt í öllu, þannig að það var útrúlega þakklátur fyrir það. Og líka á þessum tíma maður fattaði ekki, en þau voru alltaf til staðar, skulda mann á æfingu, horfðu á æfingu, koma á alla leiki, svo náttúrulega spilaði bróðir minn líka, pabbi náttúrulega spilaði sjálfur í Haugum, bróðir minn spilaði og æfði með Haugum, þannig við erum náttúrulega ótrúlega mikið Haugafólk, en að alast upp sem barn og unglingur, það var bara skemmtilega sig á það. Já, og væntanlega mikið stolt sem fylgir því bara hvað hvað maður að segja, af því að þú ert uppalinn í Haugum alltaf og ert svona, myndi ég einhverju að segja, þú ert andlit Haugastærsta stjarna sem hefur verið í Haugum, ég held að flestir sjáu það þannig, ekki mikið svona stolt sem fylgir því það? Jú, það er það og líka bara þegar ég hugsa að koma heim, ég er ekki með neina aðra tengingu nema í Hauga og þess að mikið fólki, já, við erum svo ánægð að þú veist að velja Hauga og fara, en það var eiginlega ekki, ég er ekki með neina aðra tengingu annan við, þannig að ég hugsa alltaf, þú veist, á ferðinum að eftir ferilinn úti, en aðlöfunum að það var ekkert annan lið, auðvitað tók maður stöðuna bara á hvernig, þú veist, hafði lið áhuga, sem við vorum opið með bara, ég myndi skoða bara hvaða möguleikar við vorum boðið, en á sama tíma það er eitthvað sem bregum tilbaka, hingað til Haugum. Nákvæmlega. Við tökum aðeins kannski bara ferilinn sem stærra samhengi, þetta eru þó nokkur lið, þó nokkur stórlið, verður að segjast, er hægt að frá öllum þessum liðum að þetta svona mismunandi, hvað maður segja, þú veist eins og á Wolfsburg þá vinnur þetta bara deild og byggar öll árin, ekki? Lyon þessir hápunktar, meistaradeildin, er eitthvað hægt að svona velja teikvöld ykkur hápunta á þessum yfirgripsmikla ferli? Já, ég held að ég fyrir út úr Svíþjóð í fyrsta skipti sem aðlum, það líka, sáttítill ótrúlega, þá fekk ég svona á blaði að bara fara að vinna titla og síðan í Svíþjóð byrjuðum við að spila í í meistaradeildinni og þá byrja ég að finna fyrir ok, þetta er eitthvað sem ég væri til að vinna og sagði mitt, ég var eitthvað 5,5 ár í Svíþjóð og sagði við umboðsmanninn minn að þeim tíma af því þá var ég búin að spila við Rosengard á móti Wolfsburg og Lyon og þá ekki sagði ok, þetta var ekki alveg og síðan sagði við umboðsmanninn á einhverjum tímapunkti að það var 2 sem ég farið til það í Lyon og Wolfsburg síðan líða held eitthvað 1,5 ári eitthvað svo undan það í Wolfsburg og spila þar í 4 ár og vinnum einhverja 8 titla á þessum 4 árum og komumst náttúrulega líka í úrslitaleikinn meistaradeildinni á móti Lyon og þeir svo til Lyon í 2 ár og já, ég held það náttúrulega draumurinn var alltaf eins og sem fyrsti titill í Svíþjóð sem svona samsettur í mér sem minningavert og líka það síðan var bara draumurinn svo lengi að vinna meistaradeildina og tók hann nokkur ár að komast til hans stað
en sá leikur líka svona vel sérstakur. Já. Svo fór ég nýbúin að skipta yfir hérna úr. Það var sér tíma fyrir lengi þá mútið COVID. Já, það var spilin tíma líka á þessum tíma. Já. Þannig að ég er eiginlega bara nýbúin að skipta. Já. Og þekki náttúrulega liðið út og inn hann í Wolfsburg og við náum liðin að vera hann í mörg ár. Þannig að það var rosa sérstakt að mæta þeim ég vissi að það myndi gerast. Já. Bara í allri keppninni þá vissi að það myndi gerast og var eiginlega búin að undirbúa mig undir það sko. En já, bara hvernig fór, það var bara eins og draumur sko. Já. Að hafa unnið og skorað líka og það var svona eitthvað sem ég mun alltaf meira eftir. Það var líka bara svo, ég var búin að sækja eftir þessu svo lengi. Og síðan alltaf líka bara að koma tilbaka eftir Ragnar Askur og spila á EM eftir það og spila í Juventus og spila fyrstu 2 árum mín eftir Ragnar. Það var líka alveg svona afrek og líka ákveðin upplifun. Ég held að allir sem eru mæður og eru búin að eignast börn og halda áfram að spila, þetta er ótrúlega krefjandi. Og líka á það sem ég og allir bæði að spila. Þá þurfum við eitthvað að reyna að púsla þessu saman og alls ekki létt. Og fyrsta ári hans í leikskóla, ég var alltaf mjög mikið veikur. Ég var mjög mikið veik á sama tíma. Og var svona að keyra mig gegn þar sko. Rosalega erfitt en samt eitthvað sem ég var mjög stolt af að hafa gert. Og síðan 2 ári sátt í. Þannig að þetta er alveg bara yfir allan fyrir minn, það er rosa mikið svona hápunktar. En samt svona yfir höfuð, það hafði bara svona ferðalega yfir sjálf. Það er bara sitt eftir sem bara svona eitthvað sem ég er ótrúlega glöð að hafa gert. Að fara til þess að landa og gert tungumálin og kynnt menningunni og líka bara fólki sem að kynnist í þessari vegferð. Það er líka eitthvað sem maður tekur með sér. Já. Mikið af mínum bara bestu vinkonum í dag sem ég kynntist í þessari vegferð og þessu ferðalagi þessu atvinnumannaferli. Það er líka eitthvað sem mér þykir ótrúlega vænt um. Já. Einhver staður, þú veist, bara svona þau tökum allt inn í myndina bara hvernig var að búa þar og hvernig fótboltinn var, liðsfélagar, allt það sem í uppáldi eftir atvinnumannaferlinn hans. Já, sko, ég bjó á svo geggjum stöðum, kannski fyrir utan Wolfsburg. Það var ekki mikið að gera. Það er bara friðnaðarborg. Já, bara ákveðsvartana og svo bara fótbolti og það var ekki mikið að gerast á sem var 25 ára en það var ekkert svona ekki mikið af svona veitingastöðum eða ekki bara svo mikið líf en rosa fallegu bær samt. En Malmö var náttúrulega geggjað að búa í Malmö og alveg dýrka Malmö. En síðan voru við fluttuð til voru Líón bara dýrkun og fjölskyldan líka kom og bara elskaði Líón. Og síðan Torino líka bara elska að búa í Ítalíu. Bara ferðumst líka rosalega mikið Ítalíu og bara matbrunamenningin og bara fólki bara í slow motion og bara svona örugt kannski við Íslandi, við gerðum ekki nægina á Íslandi sko. En síðan líka bara að fara til Sádi, við vissum ekkert að vera fara út í. En eins og tölum áðan að þessi staður sem við fórum á, það var miklu opnara en við heldum og byggum á frábærum stað og vorum í svona lokuðu umhverfi svona kompándi. Það sem var mikið af erlendu fólki líka og það var ótrúlega barnvænt. Þannig að við vorum varum með sundlu og fótboltavelli og Ragnar var á fótboltaæfingum, hann var í taekwondo-æfingum, hann var í leikskóla og bara áttu fullt af vinum og við kynntumst yndislega fólki. Þannig að ég var ótrúlega ánægð með alla staðina sem ég var á. En bara svona eitt af skemmtilegustu tímunum það var í Þýskalandi líka. Skemmtilegustu og erfiðustu líka tímanir. En þar kynntist ég bara bestu vinkonum. Og þannig að þetta er bara yfir heildina. Bara eitthvað sem ég er ótrúlega ánægð með og stolt af að hafa gert. Algjörlega. Og kannski aðeins landsliðsferillinn líka. Það voru 4 Evrópumót. Farið áfram einu sinni upp úr riðli. Já, í Svíþjóð. Já, 2013 ekki. Já. Svo þetta eins og segir, kemur aftur eftir
eftir að hafa átt soninn og allt það, 22, eitthvað svona, hvað stendur upp á landsliðsferli? Náttúrulega, ég held að bara að vera valin fyrst. Já. Það kom svona flatt upp á mig og hérna... Það var bara 16 ára, ekki? Jú, og var að spila með Haukum og það Siggi að vera sagt í hlut og það var gattan inn á okkur Hauka afsvarleik. Já. Og hérna, þannig ég fekk að fara á fyrstu æfingarnar eftir það og það var alltaf sérstaklega sýndar, sko. Já. Og... Kom það óvart eða? Á þeim tíma? Það kom óvart, sko. Ég var líka að koma tilbaka eftir stór meiðsli að ég var bara svona eitthvað að koma mér í gang og markmiðið var eiginlega bara að vera í yngri landsliðum og koma mér á ennþá lengra. En hérna, það kom mér óvart. Svo náttúrulega líka bara þeir tryggjum okkur fyrst á EM, fyrsta stórmóti. Já. Það var alltaf líka svona hápunktur og við ætla bara að komast á allir þessi stórmót og síðan vil ég segja að komið tilbaka aftur á reglur. Ég veit þetta svo mikið meira en bara að komið tilbaka, þetta svo stuttur tími og líka það ég í lagamálum hann að vera í Líóna sama tíma. Við förum ein út í Líón, svo fyrir Árni að spila í Rótes. Ég mikið ein og bara ótrúlega erfiður tími og spilaði lítið. En var samt alltaf, við fannst að við erum að fara einn og langaði að vera í þeim hóp eftir eftir langa fjarveru. Þannig að það var ákveðið afrek fyrir sig sem ég var mjög ánægð með og að ná því en erfitt líka. Þannig að Sem spilar kannski þessar erfiðleikar inn í að þú svo hættir með landsliðinu 23 eða hvað? Já, ég held að við náttúrulega við klárum stórmóti og svo heldum við áfram inn í undankeppni HM og erum nálægt þar. Grátlega nálægt. Og það var bara líka bara þetta ár, þetta var alveg svo rosalega erfitt að ég einhvern bara líka eins og bara með Ragnar og var að spila með Juventus og ég vildi einhvern veginn einbeita mér að vera alveg heil fyrir Juventus og félagsliðið og vera til staðar fyrir Ragnar og vera meira með fjölskyldunni, það spilaði alveg inn í. Alveg svolítið, sko. Eiga landsleikinn bara út fyrir ykkur. Já, og það munaði líka alveg, líka bara landsleikinn og þetta náttúrulega líka ferðalög og það var maður sem spilar inn í þessu. Og sem, ég var líka bara, ég var svona svolítið út allt. Ég langaði svolítið að reyna að einbeita mér bara að vera í Juventus og félagsleginu og líða líkamlega og andlega vel og vera meira með reglur. Þannig að Fjármál, ákveða svo ég haldið áfram að fara svona fram og tilbaka. Ákveða tímapunkti svona áttar á eða ákveður verður staðar á nýja að þú ætlar að ná rosalega langt. Var það eitthvað svona moment fyrir þig, Sko, ég náttúrulega er svo ung og áttar mig ekkert á því að ég get orðið einhver atvinnukona í fótbolta. Ég er ekkert að, sko út af því að ég er fyrir tilbaka, þá hugsa ég að ég er á pæmótinu að öskra á liðsfélaginu mína að gera betur eða þeir sem að vinna eða þannig að það hefur eiginlega alltaf, ég hef alltaf verið með eitthvað innan með mér bara sjúklega mikið keppnisskap og bara elska að vinna, elska að æfa og þannig að hvað spurning bara svona hvort það er eitthvað moment sem þú svona varst staðar á nýja? Já, síðan bara því að ég var aðeins eldri þá sérstaklega þegar maður var komið með svona maður er komin í úrtak í landsliðinu og komið að landsæfingar og síðan var ákveðið svona man í þetta Harpa Þorsteins fór til Charlton var ekki Charlton það getur verið þá var hún að fara út að spila þar sem atvinnukona þá bara eitthvað svona byrja eftir að hugsa þetta er hægt svo var alveg svo mikið að líka fara hann til Bandaríkjanna skólastyrk og það er eitthvað sem ég var ekki spennt fyrir en líka það að Þóra Helga og Ásthildur Heiðdóttir voru að spila í Svíþjóð
og Svíþjóð var líka svona einhvern skref fyrir okkur Íslendinga eða kvennaliðin að fara að taka næsta skref og ríkjandi listarar þar í það var LDB Malmö á þeim tíma og þá byrjaði svona kvikni í mér bara svona, heyrðu, ég langar eitthvað meira og það var alveg örugglega frá þessum tímapunkti þegar ég var að skipta yfir frá Haukum í Breiðablik, svo var ég í Breiðablik og þá fann ég bara svona að ég er tilbúin í eitthvað meira og eitthvað krefjandi og tilbúin að sjá bara hversu langt geti komist. Nákvæmlega. Ertu að því nú ertu komin í unglið, eins og liðið nú gjarnan á þessu stigi á Íslandi. Já. Ef mætti gefa svona ráð til yngri leikmanna, hvað væri það? Ráð til yngri leikmanna? Ég held að ég myndi segja við sjálfa mér þegar ég var ung að ekki bera mig saman við einn annan leikmann. Ég held að sé ótrúlega mikilvægt að þú ert með þína eiginleika, þú ert með þína styrkleika og þú getur einbeitt þér að þeim og unnið í þeim og kannski líka að vinna í þeim hlutum sem þú hefur stjórn á. Og fara svolítið ofan í þá hluti. Bara, mataræði og heilsu og svefn og æfingar og líka að mastera bara þína stöðu. Horfa á fótbolta, mastera þína stöðu. Bara hafa trú á sjálfu þér, ekki hlusta á mikla neikvæðni. Taktinni, nota hana á jákvæðan hátt. Ekki efast sjálfa þig. Það svo margt sem ég myndi... Alls konar góð ráð. Alls konar ráð sem ég veit að kannski að ég þurfti á þeim tímapunkti að halda. Sem ég get vonandi bara að gefa leikmannum núna og miðla kannski minni reynslu og hvað ég hefði gert. Núna þegar þær eru 15 ára og líka bara gaman að koma inn í umhverfið sem eru unga stelpur. Það var líka þannig sátt í og líka í öllum liðum sem ég var í það var alltaf mjög ungir leikmenn líka. Sérstaklega nú í Sádi og mikið af þessum leikmennum sem voru 15 ára eða 20 ára og maður fann að maður gat meðlega reynslunni og vonandi geti gert þannig það hann í Haukum. Það er rúmur mánuður í fyrsta leikjaðarleiki, kemur Hauk úti. Hlýtur að vera mikill fiðringur. Jú, það er það. Ég hef viljað hafa heimaleik í fyrsta leikin. Sammála því. Þetta verður grjóthart í Keflavík. Þannig að ég er bara að byrja núna, sko. Þannig að... ég held að búknum nú alveg rúlega breytum fyrir þetta. Ég held ekki til að treysta það. Leikinn fyrir núna. Er það ekki? Ég held það. Jú. Er það ekki ákveðt slókar? Er það ekki? Jú, bara Sara þakka þess fyrir að tala um í dag. Já, takk fyrir. Við þakka ykkur fyrir áhorfið. Hamburger næst, við sæl.